Hverjar eru orsakir krabbameins í blöðruhálskirtli? Tíðni krabbameins í blöðruhálskirtli eykst samhliða hækkandi aldri. Talið er að erfðir eigi hlut í myndun þess hjá 40% þeirra sem greinast með útbreiddan eða alvarlegan sjúkdóm. Tíðnin er hærri hjá þeim sem eiga nákominn ættingja sem hefur greinst og því fleiri nákomnir sem fengið hafa krabbameinið, því meiri er áhættan. Tóbak, sérstaklega sígarettureykingar, er stór áhættuþáttur krabbameina. Nikótín finnst í sáðvökva þeirra sem reykja. Þeir sem reykja eru taldir í aukinni hættu á að fá illvígt krabbamein í blöðruhálskirtli og að látast af völdum þess. Vísbendingar eru að neysluvenjur geti haft áhrif á þennan illvíga sjúkdóm. Óhófleg áfengisneysla og mikil neysla á mettaðri fitu, rauðu kjöti og mjólkurvörum hefur verið tengd við aukna áhættu, ásamt því að borða lítið af tómötum, fiski og grænmeti. Aðrar líklegar orsakir eru vinna á næturvöktum, kyrrsetulífstíll og kynnsjúkdómar. Þú getur nálgast ítarlegri fræðslu á krabb.is.